Þá það liður númer 2, vinnureglur bílastæði og úrtök í kantsteina og það Ingibjörg Ólafs Ísaksen bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 21. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 31. maí síðastliðnum. Sviðsstjóri skipulagssviðs lagði fram drög að vinnureglum bílastæði og úrtök úr kantsteinum. Í þessum vinnureglum kemur fram að krafa Akureyrarbæjar sé að bílastæði fyrir hús séu leyst innan lóðar og taka reglurnar mið af því. Skipulagsráð áskilur sér heimild til að víkja frá þessum reglum séu sérstakar ástæður fyrir hendi. Varðandi stærð bílastæða, úrtaka, frágang við lóðamörk og snjóbræðslu í bílastæðum vísað til leiðbeiningablaðs umhverfis- og mannvirkjasviðs frágang vegna bílastæða á lóðum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að framlaga vinnureglur verði samþykktar. Ingibjörg Ólafs Ísaksen hefur lokið máli síninu. Sólu Björk bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að ræða aðeins þetta spennandi mál sem að þið haldið að sé bara eitthvað tæknilegs eðlis en stór mál. En samt kannski ekki beint þetta, heldur annað sem ég fór bara að hugsa að því að það ótrúlega auðvelt að gera kröfur á þá sem að framkvæma á sínum lóðum að þeir gera það vel. En síðan bara annað mál sem alveg eins og þetta, það bara frágangur hvernig við, bærinn sjálfur og starfsmenn bæjarins ganga frá kantsteinum þar sem að verið að fara yfir götur og ég vil bara mér finnst að það ætti að vera viðmið þar við því að þetta bara alls konar að því að manni finnst og ég get ekki alveg séð að það sé alltaf eins og best verður á kosið þó nýlega framkvæmdir sé að ræða. Þannig að ég ætlaði nú bara aðeins að vekja svona máls á því að fyrir fólk sem á ferðinni á hjólum og dekkjum, þar að segja fólk sem barnavagna og fólk sem á til dæmis svona rafskutlum á ellinöðrum eða bara hjólum og að fara ferðast eftir gangstétt og þarf að fara yfir til dæmis gatnamót eða götur, að þá oft bara það ansi hátt oft og erfitt að komast upp og niður af götunum. Þetta er ekkert stórkastlegt vandamál en fyrir þá sem svona á ferðinni þá væri hægt að gera þetta svo miklu betur með því að hafa eins og oft gert núna en ég held að sé samt ekki alltaf og mér finnst bara við ættum að setja svona viðmið við það hversu hátt að sé aflíðandi af götu upp á gangstéttar aftur. Það var bara þetta sem ég langaði að segja en svona leiðinu fyrst ég koninga upp þá auðvitað finnst mér ekkert alveg endilega eðlilegt að ætlast til þess að reikna með því að séu endilega 2 bílar í hverri íbúð sem yfir 80 fermetrar. Það kannski svona þessi bílaborgar umræða sem að þarf ekkert endilega að taka í þessu samhengi en mér fannst það svona en ég auðvitað samþykja þetta og bara mjög gott að hafa þessar reglur en skora á svona framkvæmda umhverfis- og mannvirkjaráð að skoða eins hjá sér hvernig þau að standa svipuðum framkvæmdum. Sóla Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Ingibjörg Ólafs Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar svona bara rétt aðeins að koma upp og bregðast við orðum bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar varðandi kantsteinana. En svo ég best viti þá reynt að hafa þá hallandi til þess að koma til móts við hjólandi og barnavagna og fleira. Þannig að það sem þeir hlaðinir og séu hallandi. Þannig að ég veit ekki betur en það sé alltaf gert. Allavega með reynt að gera það. En já, ekki fleira. Takk. Ingibjörg Ólafs Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Þá hefur beðið taka til máls bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varðandi þessi kantsteinamál. Við höfum gert úttekt á þessu hjá bæjarnum varðandi kantsteinana og það því með þannig að í eldri hverfum bæjarins að þá þarf í rauninni að taka þessa fláa niður. Þetta almennt gert í það sem eru nýframkvæmdir og gert bara mjög vel. Svo vil ég bara segja frá því að því ég rakst nú á Jón Heiðar Jónsson, sá sem situr í stjórn Sjálfsbjargar helgina, þar sem ég var nú að hjóla bæinn og hann á hjólastólum sínum. Það sem við ræddum einmitt að fatlaðir sem að fara mikið bæinn, að þeir einmitt upplýsi okkur hvar þessu ábótavant. Og eins líka bara kalla eftir því frá íbúðum, hvort sem þeir eru hjólandi eða gangandi eða með barnavagna,
að þeir láta okkur vita ef það eitthvað það sem við getum bætt úr og ég hef farið með, þetta svo auðvelt í dag þar sem að menn alltaf með myndavlegar í símanum sínum að taka bara einfallega myndur og senda okkur og hinga til hafa menn brugðist bara mjög hratt og vel við. Takk. Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu, orðið laust. Sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá leggjum við þessar reglur fram til samþykkjar. Þeir sem geta samþykkt þessar reglur við vinsamlega skeiðmerki. Og það samþykkt samhljóða.